Vil ég koma inn þarna? Ég ætla bara að bjóða ykkur velkomin. Gaman að sjá hvað þið eru mörg. Það er einhverjur á netinu líka. Það heyrist kannski ekki frábærlega en heyrist samt alveg nóg vonandi. Við erum að taka þetta upp og vonandi skilja sér það einhverjum til að senda á fólk. Við þekkjum flestu vinnu okkar. Fyrrverandi félagsfólki, nú var Aron ekki við sem félagsfólki en ég ætlaði áfram í svona tímskýriði stjórn að ég koma landsmóti og stjórna djembóli í áferðinu. Þetta var eitthvað. En hérna hún ekki komin til þess að segja eitthvað frá landsmóti til að byrja. Já, ég sem heiti Vigdís eins og sagði ég fyrir landsmóts og þetta þegar að skrá þessu. Þetta þess að mjög auðvelt að muna eins og úrskrafar segir að landsmóti þess að 20. til 27. júlí 2026. Auðveld minnisaðferð og við förum bara á næstu glæru. Þá verður þetta á Hömrum sem bara rétt fyrir ofan Akureyri, mjög stutt að fara niður á Akureyri og þetta svona svolítið landsmótsstemningin. Ef við förum á næstu, landsmótsskáta bara stærsta skátamótið á Íslandi og það verður núna haldið á 3 ára fresti. Það var síðast haldið sumarið 2004 og svo er það næstum 2026 en svo eftir það verður alltaf á 3 ára fresti. Og það eru bara öll skátafélög á Íslandi sem að koma saman á þessu móti og mótið ein vika og svo eru líka erlendir skátar. Þannig að þetta svona mjög stórt mót og mikil upplifun. Og og svo bara á næstu neitt. Svo bara er smá mynd af hluti af mótstjórninni og undirbúningur auðvitað bara komin á fullt bæði í Norðurheiða og síðan í Reykjavík og þannig að það er bara alltaf fullu. Þannig að þessi mynd sem tekin á Hömrum og mjög skemmtilegur staður og við förum á næstu bara. En hérna er smá svona yfirlitsmynd af Hömrum og við sjáum að þetta er bara mjög stutt frá Akureyri. Þannig að það býður upp á mjög mikla möguleika líka vegna þess að það var hluti að fara ofan í bæ, sund og ísbúð kannski og kajak og alls konar. Þannig að þetta er líka bara verulega flott tjaldsvæði og alls konar dagskrármöguleikar. Og einmitt, nyrsta skátaneslið í heimi, það er nú eitthvað að hafa það búið sko. Og við förum á næsta bara, einmitt, bara rosalega góð aðstaða, svo vatnasafari, svo kjarnaskógar þarna bara í grændinni og einmitt eins og segja Akureyri bara í algjöru göngufæri. Og ef við kíkjum svo á næstu glæru, þá einmitt, er bara svona yfirlitsmynd yfir tjaldsvæðið. Við munum gista, skátafélagið muni gista einhvers staðar minni mig og svo er það bátatjörn og ýmislegt. Þannig að við förum síðan á næstu. Þá félagið á norðurslóð, ég veit ekki, það er bara félagið á norðurslóð og þar ætlum við bara svona að kanna Ég er ekki textinn. Nei, ég veit ekki af hverju hann hoppaði einhvern tímann út, en það er allt í lagi. Þeim er norðurslóð og við ætlum að kanna bara svona þennan lífbreytileika sem er á norðurslóð og skoða hvernig það er að vera á norðurslóð og í nútímanum. Og við þurfum síðan á næsta. Það eru 4 svona dagskrárleiðir á mótinu og það er göngudagur, svo er bæjardagur, skógardagur og svo þraut- og metadagur. Þannig að þetta svona 4 dagskrárleiðir. Og ef við þurfum bara næsta og skoðum síðan hverju eina, þá er göngudagskrá og þá erum að fara í alls konar göngur út frá Hömrum, Fálkafell, Skálinn og Gamli þarna og Súlur, Fuglatjörn og alls konar í boði fyrir allan aldur. Og ef við skoðum síðan næsta bæjardagskránna, þá eins og ég hef komið inn á, þá er bara Akureyri þarna spotta hvort frá og það er alls konar hægt að það verður
Göngudagskrán og bæjardagskrán, það bara svona heill dagur alveg. Þannig að það verður bara heill dagur þar sem að flokkurinn ykkar fer bara ofan í bæ og kíkir á sundlaugina, telja kirkjutröppurnar, kíkja í grasagarðinn, minjasafnið, nonnahús, flugsafnið og svo verður í smá samstarfi við siglingaklúbbinn og eitthvað en að vera hægt að kíkja á kaja svoleiðis. Og göngudagurinn er líka bara alveg heill dagur. Svo ef við kíkjum á næstu dagskrárleið, þá er það skógardagsskráin og þá byrjar þarna eftir hádegi. Þannig að planið svona á landsmóti er oft þannig að fyrir hádegi þá er svona tjaldbúðina, þá eru skátarnir bara í sinni tjaldbúð að súra og svona vinnusvaldi í tjaldbúðinu sinni og svo eftir hádegi þá kemur svona þessi dagskrá og þessi skógardagskrá og þá erum við að fá svona áherslu á skóginn og við erum að prófa að byggja trjávísti kannski og búa til setja upp eitthvað skýli, föndra, planta trjá og fjársvegarsleit og hvað eina. Ef við kíkjum svo bara næsta. Þá er það síðan klassískt og á landsmóti, þrauta- og metadagskrá, þá kemur vatnsafærið inn í og alls konar leikir eins og við sjáum hérna og svona risaþrautir og drullubolti. Valslöngu er vatnsstríð sem virkar þannig að maður súrar valslöngu og svo fer maður í vatnsstríð. Hvað heitir þetta? Vatnsblöðrur. Já. Aron er með spurningu. Hvað er það sem þú sagðir? Valslanga, já. Já, Valslanga er svona súra, eða sem maður byggir úr trönu. Og svo er það svona og þetta er svona eins og vegasalt eiginlega. Og svo setur maður vatnsblöðrur hingað og síðan með vogaraflinu ýtir maður nafn og þá fer vatnsblaðran og flýgur yfir á andstæðinginn. Ekki? Já, nákvæmlega. Það er valslanga. Já, vatnsafæri og leysir. Þannig að eins og sjáum þá verður ýmislegt í boði og ef við kíkjum bara á næstu glæru. Þá líka svona opin dagskrá og þá gefst skátunum smá svona tækifæri til að flakka á milli og velja eitthvað sem þeim finnst skemmtilegt, alls konar föndur, vísindi, dans og þá er líka mjög gott tækifæri til þess að fara og skipta merkjum við erlenda skáta og kynnast erlendum skátum og innlendum skátum. Þannig að þetta er svona hverjum degi, opin dagskrá. Svo bara næstum svo bara alls konar kvöldagskrá eins og við vitum, bara það eru kvöldökur, svo er diskó og það er oft einhverjir skemmtikraftar sem að koma þar á diskóið, svo stórleikur, skátaflokkur Íslands. Skátaflokkur Íslands er svona keppni á milli skátaflokki þar sem skátaflokkarnir eru bara að keppa í alls konar þrautum. Það er kannski verið að binda hnúta og reyna að draga einhvern drumb, maður er kannski með risadrumb og svo maður reyna að draga drumbinn yfir einhverja vegalengd en maður þarf að binda fullt af hnútum í drumbinn og reyna síðan að draga hann. Svo kannski verið að keppa í hver getur tjaldahraða og alls konar. Þannig að þetta verður skátaflokkur Íslands, þannig að það er að gera að byrja undirbúa sig. Svo langar mér líka að benda foringjunum í Skjöldungum á að síðan er vetrarflokkakeppnin líka byrjuð og þannig að núna geta skátaflokkarnir bara núna yfir veturinn tekið þátt í svona flokkakeppnum og það er hægt að skoða það í vefsíðu mótsins. Og já, þannig að þetta er svona kvöldagskrá. Svo er alltaf einn svona hátíðardagur og þá eru öll félögin, öll skátafélögin og löndin svona að kynna sitt starf eða hverfi og þjóð. Og þá er oft verið að bjóða upp og eitthvað svona matarkyns sem er klassískt fyrir landið og félögin eru að svona kynna sig. Og þá kemur almenningur og fær að skoða og fær svona smá landsesjón af landsmóti. En þetta er alltaf mjög skemmtilegt líka að fá að prófa alls konar súkkulaði og osta og kjöt frá ýmsum löndum. Já, svo er það fjölskyldubúðirnar, kemur eða er það dottið út? Já, ok, já, fjölskyldubúðirnar, mér langar að tala um það að
Það sem þið búið fyrir fjölskyldur þátttakenduna og bara alla áhugasama að koma og gista í fjölskyldubúðum. Og fjölskyldubúðunar eru sem sagt bara svona smá skiki á mótsvæðinu þar sem fjölskyldur geta verið í skemmri eða lengri tíma, það vera allt nú á móti eða nokkra daga. Og svo er alltaf svona sér fjölskyldubúða dagskrá fyrir sem svona þá hentað kannski svona 6 ára á yngri svoleiðis. Og hérna tilvalið að koma með, tilvalið að koma með yngri systkini á það. Og líka drekaskátar, þau geta líka komið á það. Svo er þetta verðið 78.900, þessi þátttakendur á mótinu eru fálkaskátar, fálkaskátar, dróttskátar og rekkarskátar þannig að 10 ára og eldri. Og þetta er verðið 78.900 og systkinaafsláttur 10%. Svo bara er skráning í fullum gangi inn á skátarnir.is, inn á sportafler. Þannig að það er að gera að skrá sig sem fyrst og skráningin er til 1. febrúar sem sagt. Þannig að, einmitt. Þannig að það var það sem ég ætla að segja ykkur landsmót. Einhverjar spurningar? Sem ég hafði alltaf skemmtilegast sem lengi var að í opinni dagskrá að unnið sér verkefni eða gera svona breytir. Já, verður eitthvað svoleiðis? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort það er búið að hanna það, en kannski var. Já, en það er oft eitthvað svona stiplakerfi eða línukerfi. Ég hef ekki komið 4 spurningar áður en ég bæti aðeins við fyrir skjólkanda sjálf. Hvað segir ég? Það er hljóta fleiri spurningar áður en ég bæti við svo. Algjörlega, já. Er búið að bóka hljómsveit? Verður það hann? Nei, það er ekki búið að bóka hljómsveit. Við sko að sé hafa hluti sem er. Skal koma áleiðis. Kannski er vandamál að vera með fólk sem kom síðast og þekkir það smátt, en við myndum ekki bara bætt við fyrir þeir sem eru að hlusta upptökuna næstu vikum. Það er rauninni, við vorum með landsmót í fyrra sem að gekk mjög vel. Þá fórum við með, hvað vorum við, 50 í heildina með öllum sem voru skjöldungur. Já, 58. 58 eða svoleiðis. Okkur langar gríðarlega að fara með allan sem væri þá 80-90 manns og erum að vinna því að það sé til nægum búnaðar. Við fengum náttúrulega frábæra matvöll og skjöldmatvöll síðast sem að alveg rúmlega verkefni síðast. Þannig að hluta þessu verkefni er núna að myndað. Já, það er myndað með það. Akkurat, þarna sjáum við. Þetta er helmingurinn af tjaldinu okkar. Já, við eigum helmingi meira enn þetta, þannig að við getum rúma næstu kannski mótið í þessu tjaldinu. Það er helmingir 70% af tjaldsvæðinu okkar. Já. Tjöldin voru rosa mikið. Ágætt að minnast á að tjaldið er alveg ákveðin hluti, það er ekki ókeypis, en ágætt líka sem þetta er náttúrulega heil vika út á landi og það sem allt er innifalið. En við áttum kom líka að gera það mismunandi staðafólki, þannig að við viljum núna fara af stað með mjög öflugt fjáröflunarstarf, þannig að það geti allir komist alveg óháð fjárhag. Og ég komi með sem sagt 2,5, einn sem mögulega kemst í, en 3 foreldri, en við vantar cirka 2 í viðbót. Það er frábært að það eru menn þegar við erum að kynna hlutfallið. Í rauninni til þess að standa af því að halda utan undirbúningin og ferðina fram á vor, sem er eiginlega stærsti hluti bara að halda utan fjáröflun og við að segja pepp, sérstaklega núna fram til 1. febrúar, að því að mikið allir skráa sig. Og það er líka þannig að því fyrr sem maður skráa sig, því lengri tíma er þetta að dreifa pappírgjöldum. Þannig að maður gera að skráa strax, það er ekki bíða með það. Við erum þegar komin með eina tillögu afgjörðum sem verkefnileitt foreldri vinnur hjá Bætur Toga og hefur hugmynd að bjóða upp á pakka af útivistarvörum sem við fáum á
einhverju góðu eingönguverði og getum selt áfram til annar lagi þjálfunarskyni. Ég ætla sjálfur að neyða börnin mín, ég verður hægt að byrja sem dósum helgina, þannig að geta á rauðdæmkraka. Það einn alveg frábær fjárgrunn og ég bara veit mjög mörg dæmi þar sem mjög auðvelt að safna þessu gjaldi á rauninni mjög stuttum tíma með því að bara fara skipulega í fjárgrunn. Svo þetta bara alls konar undirbúningur sem við viljum standa innan félagsins, en líka vil ég helst fá bara sem allra flesta foreldra og sjálfbóla með okkur. Það gekk rosalega síðast að vera með foreldra sem koma og voru einhvern tíma og við myndum gjarnan að sjá bara sem flest geta verið einhvern hluta á mótinu í tjaldbúðinni í sitt fjölskyldusvæðinu. En það líka alveg dæmi að fólk kannski fer jafnvel og gistir einhvers staðar í bústað eða einhvers staðar nærri og það fara í Grenivík til dæmis frábært þess að þetta vera þar en koma sem til að hluti af mótinu eða bara með okkur í ferðinni. Við höfum líka verið þá að setja upp vaktarskipulag frá fjár. Já. Til að létta þóttið á boringjörum. Já. Þetta ekki það með matar hægum. Já. Og það þannig að þessi ferðskattar hann Reykjavíkur viljum sjá okkur fyrir útum, við förum sem fattækandi tíðan á skapnaheimilinu og komum hingað aftur, en svo er þið bara í sambandi, það alveg gerist mjög reglulega að einhver kemur blendin á landsmóti eða þegar með fólk sem áhuga með því, það var það verða við því. Fleira sem það bæta við, það er rosalega spennandi sem ég vil að segja. Kemur svo bara senum. Sem hún þetta sem við erum búin að ræða. Nei, fyrir rauninu hugsa ég að við verðum bara með fleiri undirbúningsfundi sem að þekki þetta best hvað að búin að fara og hvað undirbúning, en það samt alveg þó nokkur nýja skátar í hópnum sem eru þá kannski bara sitt fyrsta mót. Já, og bæðum við á húmanni það var sendið dreifaskátarnum. Einn frá því að þeir eru ekki skemmtilega sem þátttakendur, en við viljum mjög hérna hafa þetta að drega með, við erum í fjölskyldubúðum og við viljum taka þá með okkur inn í prógram að vera partur af félaginu þó þessi ekki að gista í tjöldum allan tíman og svoleiðis. Við viljum endilega hafa bara allt félagið og endilega gamla skjöldungar líka. Þannig hérna einhverju sjálfbæri, já, spurning. Á ekki eftir að bætastyrkir verði frá félaginu? Já, þetta er bara bráðsakynning. Á eftir að við bætastyrkjum frá félaginu. Svarið já, nema að gangi mjög vel í fjáröflun. Ef við stundum okkur óbáslega vel í fjáröflun, þá er hluti af þeirri fjáröflun að félagið fær lítinn skerð fyrir fjáröflun, það lækkar heildarkostnað. En það var, þau svona oft vilja á bilinu kannski 15 til 25% eftir módulsögulega hversu dýr við erum. Við erum ákveðlega búinari en það er gas og við þurfum að bæta einhverju tjöldum og fleira sem breyðist á farþegabil. En eiginlega er markmiðið mitt að við verðum eins og öfluga fjármagn að félagið getur hreinlega komið að þann kostnaðinn farþegum. En það er eitthvað sem við þurfum bara að ákveða sannast fljótið til álmunum. Að teikna þau hvernig þetta lítið út. Já. Og við gerðum það þannig síðast að vorum ekki mjög duglega að rökta það, en það er þá eftir að búið að greiða fyrir þátttökugjald á landsmönnum sem innheimta það. Já. Fleiri frá, eru einhverjum spurningar hérna á netinu ef þið heyrið í okkur? Þetta lítur bara rosalega vel út. Það er bara ógeðslega skemmtilegt og það er bara synd að við getum ekki tekið alla foreldra með líka því það er svo skemmtilegt. Þannig að það bara verkefni ykkar, fara heim og skráa börnin ykkar, það er það sem skiptir mestu máli. Eins og ég segi, fresturinn er til 1. febrúar, þannig að það er best að vera ekki samar Íslendingur og skrá sig síðasta daginn. Það er best að vera búinn að skrá sig sem fyrst. Það hjálpa okkur líka að undirbúningin, en við erum eftir að halda semjast á fleiri svona kannski undirbúningsfundir þegar það er dregur, þegar við komum með hópinn og búin að hafa utan þetta mót, en við erum bara útbóðslega spennt. Það er frábært að vera úrlöfslega, það er eitthvað
öðruvísi að fara norður í land á móti það. Það er bara, það er eitthvað fyrir töfrar það. Þetta er það sem skjöldum það næstum. Já, við ætlum að fara flest skjöldungar. Það er mjög þetta. Já. Ekki, eitthvað betra. Já, nei, bara takk fyrir áheyrnina. Herru, þá er, hvað sem, 7 mínútna pása, Sædís er á leiðinni, þá ætlum við að skipta yfir í svona jamboree-kynninguna, við ætlum að tilbúið okkur kaffi, og sína tökum það eftir smáttins, það er einhver hlutur sem eru ekki með drópa í fang, þá getur þið bara hægt í byrjun. Nei,
Svo fallegt skil og frá eða í leik. Já, herru, jæja, þá hefst seinni parturinn. Þið stakka við? Já, Ok, en þá sjáum við kannski minna. Heyrðu, þá ætlum ég að taka seinni hlutann í kynningunni. Þannig að vill svo til að ég lenti í því að fara í fararteymið fyrir Jamboree sem var eins og gefismyndum, þannig að hætti í einu hlutverki að þau mér eitthvað annað og hér annar á fararteyminu með mér. En við erum nokkur, ég veit ekki ekki í kynninguna. En ég ætla að segja eitthvað aðeins frá Jamboree í Pólandi sem eitt mest spennandi verkefni fyrir elstu fólka og dróttskáldaga á farnastafli. Og hér sjáum við þessi mynd, íslenska fararmerkið. Þetta sem merkið sem verður einkenni ferðarinnar fyrir íslenska hópinn. Það kemur í svona hluti sem ættir að sauma á og kemur á töflum og þemanu. Það var valið í staðinn fyrir að hafa eitthvað svona ferðamál og tengt að velja frekar náttúruaflinn og taka norðurljósin og eldfjöllin og orkuna sem frá okkur kemur. Og ef að planið gengur eftir, þá verður þetta líka sjóndismynd. Það gengur. Heyrðu, já, og þá myndi bara þetta á næstu. Fyrir ykkur sem ekki veit hvað Jamboree, þá Jamboree einn stærsti viðburðurinn sem haldinn fyrir skáta á vegum Vorsum. World Scouts Jamboree ársmótið, það á 4 ára fresti og með sett þannig að hver og einn skáti á að hafa tækifæri til að fara einu sinni á ársmót. Já. Þetta líka stærsti ungmennaviðburður í heiminum. Já, stærsti ungmennaviðburður í heiminum. Og þarna koma skátar frá öllum hússtofnum og þetta aðeins mismunandi eftir mótum stórverð, hafa verið stærri og hafa verið minni, en eru áætlað sinn 38 skátar núna sem að fara til Gdansk. Það voru fleiri 50.000 í Kóreu en eitthvað 45 í Bandaríkjunum til dæmis. Það er svona rokkar milli svæða. En það sem samnast með alveg saman hverja haldið þetta alveg magnaður viðburður þar sem byggt samfélag á heilli viku af fjölþjóða ungmennum með alls konar áhuga og bakgrunn. Það fyrir mesta. Hér smá vídeó sem sýnir ykkur svona stutt brot hvað Jamboree.
Það var ekkert að segja meira. Við sjáum að þemað mótsins bravery, eða bravery, fluid bravery. Það gegnum gangandi þema, hugrekki, takast á við eigin áskorunir heimsins, áskorunar í nútímanum, áskorunar í framtíðinni, áskorunar í fortíðinni og síðan skipt niður í ýmiss konar þema. En þetta megin þemað og kemur fram í öllu efni og svona kannski rauður þráðurinn í þetta að bæði að takast á við sjálfa sig og takast á við verkefni sem á mótinu verður. Mótið eins og þið sáuð í rétt hjá Gdansk. Það 30. júlí til 8. ágúst 2024. Það næsta haust í rauninni, eða seinni part sumars, í Gdansk í Póllandi. Sem það næsta. Mótsvæðið heitir Wyspa Sobrieska. Ágætlega, ég ætla að reyna að æfa mig. Og í rauninni hálfgerð eyja eða eyði eða uppbyggt svæði, í rauninni bara hálftíma frá miðborg Gdansk. Þetta mjög stutt frá öllum innviðum. Þetta afmarkað svæði sem sögulega notað í akra og uppskeru, en núna búið að leggja og byggja undirbúið það fyrir næsta sumar. Nei, það næsta sumar, það sem mótið verður haldið og það rauninni allt þetta svæði undir fyrir mótið. Það það næstu. Hérna sjáum við að þetta búið að skúma inn á svæðið. Þetta eitt skipulag mótsvæðisins. Hér annars hvernig þátttakendur á torginu þetta röðu upp. Það þannig að við förum út með erum að ráðgera saman með 5 sveitir, íslenskar sveitir. Hver íslensk sveit samanstendur af 9 þáttakendum og 1 foringja og 4 flokkum í hverju sveit. Það að segja 40 manns, sinnum 4, og hver sveit fer saman og blandast svo við aðrar sveitir á 4 aðrar sveitir á hverju torgi frá mismunandi löndum. Þannig að íslenski hópurinn fer saman í sveitum og blandast og dreifist svæðið með öðrum sveitum frá öðrum löndum. Og sjá þessi stærðina á þessu, út frá þessum viðpunkti, reikna með þessi 10 mínútna gang og hálftíma gang. Þannig að mótssvæði, þessi þátttakendur mest í tjaldbúðum og torgin sem í svona 10 til 15 mínútna svæði, en yfir á dagskarsvæði getur við alltaf hálftími. Og svo dagskrá líka utandsvæðis, aftur af þessu. Það vel hugað öryggi, það engin umferð inn á svæðinu sjálfu, það mjög vel skipulagt hvar aðkoman Hér með það sem svona þjónustusvæði, það sem fólk að koma, þjónustutjóð og við erum í spítalasvæðinu. Það finnst við að langt 40.000 manna þátttakendum plús utan hald. Það að byggja heilt fólk þarna á svæðinu með allri viðeigandi þjónustu. Ég var í kynningu hjá Ægisbólu síðustu viku og sagði að þetta svona eins og allur Vesturbærinn að fara. Svo fletti ég upp, það bara 18 manns, þannig að þetta eins og tvisa svona Vesturbærinn, það allur að fara þangað. Bara svona ná utan staðinu. Og hérna sjá þess, mótsvæðir, hér á milli frá mótsvæðinu skógarsvæði og síðan strönd hérna endans, sem strandsvæði sem allt dagskrárdagar. Næsta. Sjáðu hérna myndina. Þetta mynd sem tekin frá landsmótinu þeirra. Það var ekki bara 25.000 mann hjá þeim landsmótið í Póllandi. Þannig að það verður ennþá stærra, en það sem kannski bara frábært við að svæðin þegar tilbúið og prófað og fullreitt. Búið að keyra móttækna, þannig að það búið að huga öllum undirbúningi og innviðum og þau verða tilbúin og rúmlega það þegar kemur mótinu á það næsta ári. Við sjáum þetta sem sé áðan mótsvæðir og trjásvæðir og ströndin. Gaman að segja að strönd, það einn dagur það sem fer í strandsvæðið, en ströndin sjálf 4 kílómetra löng, bara svo að þetta stærðina. Það kemur ekki meira lítilni kílómetrar. Sem þátttakendur á mótinu skátar sem 14 ár til 17 ára á mótstímabilinu
Og hér mjög mikilvægt atriði. Þetta þýðir að það mjög ströngskilyrði á að eru fæddir frá 30. júlí 2009 til 30. júlí 2013. Þetta þannig í öllum sem mótum að það henni miðað við þessar upplýsingar þegar mótið hefst. Það ekki gerðar undantekningar frá því. Þannig að þess vegna þetta elstu fálkaskapirnir og loftskjótar. Og þetta síðan gerist næst þegar ekki við næstu mót, þá kemur ný kastning og þess vegna bara eitt tæki til að fara sem þátttakandi. Þannig að ég bara legg mikla áherslu á að þetta eina tæki til og ættu allir sem geta að taka þátt fá að vera þátttakandi. Hins vegar þeir sem eru ekki að þátttakandi þeir geta farið og sökjum sem IST eða International Service Team, já, sjálfboðaliðar sem eru starfsmenn mótsins. Það geta allir sem eru 18 ára eldri sótt þeir fara með eða undan ferðahópnum og þeir eru að taka sér verkefni á mótinu til þess að sjá bara allt það sem það að gera, allt sem það að gera í einhverju dagskrá eða utanumhald eða sjá prósent eða vísa veginn eða halda utan viðburðina eða ýmislegt. Við geta fengið líka að velja ábyrgð í því. Þetta fyrir þá sem þá eftir 1. júlí 2009 fæddir og kannski vert að minnast það að við gerðum ráð fyrir 35 hrossum í upphafi. Þau fylltust á 3 dögum, þannig að við erum búin að fá vilyrði til að fjölga þeim. Þetta takmarkað framlag. Þeir sem vilja sækja það eftir gerðum fyrst. Það ekki komið eins mikið af þátttakendum en líka leggjast á að við erum með eingöngu 5 sveitir. Það dálítið þannig að fyrstir sækjum verður samþykktir þá. Þannig það mögulegt að koma svo aðstæða að það komist ekki allir. Það hefur sögulega verið þannig í íslenska hópnum að það geta bara allir farið sem vilja. En nú erum við bara með afmarkaðan hóp, þannig að það mikilvægt að fólk gæti sem alltaf þess sem það fara. Þetta aðeins nýtt fyrirkomulag, þetta hefur verið á landsmótum áður. Nú þetta já. Bara að segja 5 sveitir, bara svo að fólk skilji að það eru bara 200 manns og við í skjálfum eða 100 áður síðan. Já. Þetta ekki mörg pláss sem í boði. Já. Þannig ef maður með smákælingu maður vilja fara þá maður skráði strax og frekar taka þessi skráningu burtu seinna, frekar að missa þessu tækifæri. Yes, akkurat. En það hægt að taka burtu? Já, það hægt. Já, og þá þeim þetta útskýra hægt, það þarf að umsókna fyrir þess. Þannig að nú öðruvísi, eins og sagði áðan, það var þannig að þú bara skráði og eiginlega veist að fara. En það hefur ljóst að það betra að hafa umsóknarferli. Þetta ferli sem tíðkast í öllum öðrum löndum, af því að í öllum öðrum löndum eru miklu fleiri skjátar sem hafa áhverjum komist af. Þar eru jafnvel upp í 1-2 ára prósess að fá að fara á jamboree. Við getum ímyndað ykkur fjölda skjáta í Bretlandi með þeir fjölda skjáta sem fá að fara á jamboree. En við erum með það annars fyrirkomulag núna að þeir sem hafa áhuga, þeir senda inn þeir lýsa áhuga og staðfesta ákveðna hæfnikröfur sem búið að setja. Síðan þar yfir það og þegar skráð samþykktur, þá eftir skráður í ferðum. Þannig þú ættir að lýsa áhuga á ásetningi, en það ekki automatist allir sem endilega komið það. Og það að vendi ef eitthvað breytist inn í virkniðinni, þá rauninni getur við frá bót, en ekki ef þú senastunarreglum og eitthvað á byrjast. Annars ræðir eins og þessu gamall? Ekki aldurni. Þetta fyrst og næst hæfniðið við og þá mátti einmitt fara hans áfram. Já, að við rauninni setjum sama einstaklingsmiðaða mati fyrir aðeins meira fyrir IST. En umsóknarnir verður lokað 1. apríl 2006. Þannig að það var að búið að sækja fyrir þann tíma, þá tekur við þessi prósess að fara yfir og samþykkja og ganga frá ferðunum. Þá hefst undirbúningurinn, við ætlum að byrja strax næsta vor og sumar
í að byrja undirbúa ferðina sem hóp. Þannig að við til dæmis erum ekki ráð fyrir hittingi á landsmóti, ekki ráð fyrir allt því sem allir með okkur til góðans komið líka landsmót, verðum við fyrsta hitting þar. Þá hittir svo á að fararstjórnarstað, Dakar og Vemar verða einmitt á fundi í Pólandi, alltaf verðum við beint streymi frá mótsvæðinu á landsmóti. Og svo verða æfingar undirlegur og fleira sem við höfum nánar í þegar skráningu skýr. Já. Hæfniskröfur eru þetta og þetta byggt á reynslu okkar síðustu móta að þarf að hafa ákveðna hæfni, það ekki frábært að þetta sé fyrsta stóra ferðin. Það þarf að hafa ákveðna undirbúning. Þannig við erum sett upp ákveðna lista yfir svona grunnkröfur eins og færnimerkin, hnífur, útigjaldum og skyndihjálp. Þú þarft á mótinu að vera nokkuð sjálfbær og þarft að hópurinn sér að elda og vinna í dagskrá, þannig að þarft að hafa hæfni. Þú getur lent í alls konar mjaski og skoriði, sem ekki skoriði á hnífnum, en þú veist, lent í dagskrá í einhverju, þarft að geta sjálfur búið sálið að fylgst með þinn eigin heilsu. Þú þarft að hafa reynslu því að hafa gist í nætur á minnst út í 4 nætur þegar þegar mótið byrjar, af því að þetta ekki fyrsta útilegur. Þetta heil vika í tjaldi og rauninni 3 vikna ferð í hildina þegar sem þeir fara eftir og þú þarft að vita út í hvað það fara. Þú þarft að hafa hugrekki í að ganga ítrekka, eins og segir, það eru hálftíma nafn og milli svæði og getur verið að labba þessum allan daginn og þú þarft að fara frá svæðinu þar sem við vendum á byggðútunni og landa með allan farangurinn sjálfur inn á tjaldsvæðið okkar sem getur við allt í hálftíma fjall. Þetta þarf þú að ráða við. Þetta tekniskapalögin, þau eru reglur mótsins og þú eru að sýna verki og svo kannski eiginlega mikilvægasta, þetta gríðarlega skemmtilegt og ótrúlega mikið sem maður þarf að upplifa. Þetta líka dálítið fremst. Þú þarft að ráða við að búa í tjaldi og vera í alls konar aðstöðum, fara stundum í heitastyrktu og myndi snemma eða kaldastyrktu seinfasti og þarft að búa með fólki og vinna í alls konar verkefnum og þú þarft að gera þetta allt án finna forráðamanna og búðarverkefnum. Þetta það sem við erum að horfa á, hvort að uppfyllt skilyrði áður við samþykkið þegar við séum það. Það þarf ekki vera búið með þetta fyrir umsvörulíkur, en það getur að þetta sé að þú getur komið þannig plan hvernig það upp að vitla þetta fyrir ferð. Já. Svo ekki nóg með það, heldur þetta heilmikið ferð. Þetta svona vinnu dagsetningar, það ekki búið að negla með flug og annað, það bara nokkur tíma, en svona vinna með að ESG hópurinn þegar undan til að undirbúa fræðir fyrir okkur hinn, síðan hópurinn út, mótið sett hér, það þarna í rétt rúma viku. Eftir mót, þá förum við í svokallaða eftirmótsupplifun, eða sem þetta viðbót og ferð til þess að upplifa framtíðar. Ég veit að brosa. Ég bara taktu aðra, ég tek aðra. Það þýðir að við fáum þegar til að upplifa Pólland og erum að horfa á pröfum að fara niður til Krakow og við erum að fara í svona eftir upplifunar skemmtun sem það felur oft í sér einhvers konar menningu, einhvers að tækja þetta að skoða bæi, fara mögulega í skemmtigarð eða eitthvað annað sem uppbrot eftir ferðina árum heim. Þannig að við sjáum að ferðin rauninni 3 vikur nánast. Þetta rauninni, við erum að miða við þetta 27. júlí til 13. ágúst. Þetta alveg heilmikill og mjög spennandi ferð. Þetta ekki þannig að allir myndi vera þetta til 13. ágúst í rauninni? Já, og ferðin fullur þannig að hún byrjar á leyskuð þegar við hittum stað og hún endar í leyskuð til að koma heim. En Krakow-daginn eftir að skiptum það? Nei, það allir bara hópur Íslendinga hópur fyrir saman í það, já. Þannig að mótið rauninni innan alltaf hérna, svo fyrir við sem Íslendinga hópur og ferðum saman í þeirri ferð. Og við erum allan tíman í þessu fyrirkomandi að vera í sveit og flokki og svoleiðis. Ég sagði þetta ekki áðan að við erum líka að horfa að flokkarnir verður með ákveðið þema og nöfn. Það eru líklega eldfugl og hver hópur mun sem þróa þessi.
í sinni dagskrá, en það þarf að vera í heild. Og sama gildir þegar á mótinu þá erum við sem sveitir og sem hópar sem að taka þátt í dagskránni innan mótsins. Ok? Svo er það sprengjan. Þetta er þátttakningargjaldið og erum við að gera 572.000 fyrir þátttakningur, 505.000 fyrir EST, en þetta er rauninni mótið og stengt en ekki flug í þessu leið. Og það er alltaf til, það er ekki hægt að bóka flug 2 tíma. Þetta er líka mjög stór hópur sem við erum að fara með, en hann þarf að vanda vel, en það verður við notast við ferðaskrifstofu sem mun sjá alveg það og allar viðeigandi ferðafrík. Þetta er svona eitthvað sem við erum að gefa okkur, en það verður þá ferðnæðdreifur á næsta ári sem það verður orðið skýrt. En nánar dreifist niður. Við erum veðsælla þjóð, þannig að við borgum einna hæstu þátttökugjöld í mótsins. Það er þannig í skattakerfinu að við erum með þátttökukostnaði dreift eftir efni. Við rauninni tökum að okkur að greiða niður að hluta til þátttökugjöld annarra þjóða sem er ekki eins vel stærð. Þannig að þetta er þá pakkinn við það. Við erum að gera persónukostnaði í eftirmótsumflugum. Inn í veðrinu er falin einkenni. Það þýðir að allir þátttakendur fá gríðarlega fínan 70 lítra ferkantaðan dökkur, dagpoka 35 lítra, sem sagt húfu, einmitt og hóli, hvernig ég að gleyma, merkin, já, eitthvað sem er partur af pakkanum, af því hugmyndin er að við séum öll með sama búnað sem við ætlum að raða, sem við ætlum að flytja, sem við ætlum að hafa einkenni á og nýtist ég að skátanum líka í framhaldi. Undir öðrum kostnaði er sameiginlegi búnaðurinn, það til dæmis verða keypt tjöld. Á þessu móti ekki sjá fyrir tjöldum, heldur erum við að vinna samstarfi við Norðurlöndin að kaupa hennar tjöld, mjög verði tjöld, og við erum að gera fyrir inn í þessum kostnaði erum við hlut deilt í þessum kostnaði. Við erum að kaupa við úti, flytja heim og selja við hér á móti. Við erum ekki með allt tjöldið inn í verðinu þessu. Sveitarstjórnir mót fyrir að segja æfingar, undirlegur og aðrir viðburðir, fararstjórn og svo skrifstofa og kulturkostnaður. Já, það er mjög einfalt að sækja Hér er búið hvað við gera það strax. Þá opnast form þar sem við erum skráið inn, þessi upplýngur farið yfir heimskrófuna og þá farið á lista sem að við haldið utanum. Í rauninni hefst skráningin síðan eftir að skráningin festi lýkur, þá fyrir við listan samningin inn og hugmyndin sem við erum í rauninni með er að í rauninni byrja eins og greiðslu byrja þá ekki fyrir eftir að landsmóti er lokið. Ganga frá landsmóttímanum fyrst og svo með að sé þá rauninni ár sem fólk getur dreift greiðslunni. Þá er við tengið að vera búið að safna. Það er við tengið að undirbúið undir þennan kostnaði. Þetta liggur svona cirka í miðju kostnaði. Það er styttra að fara en kostar alltaf. Við erum heppin með það að þetta er tiltölulega þægilegt fyrir okkur að ferðast. Það er ekki mjög langt. Það meira segja þannig að við þessu sinni getum spara okkur að flytja búnaðinn okkar með. Af því að meðan þessi hérna hann bara að keyra með búnaðinn á Íslandi niður. Þeir að taka stóran kaglabíl, fara austur og þeir að fara bara með búnaðinn söður. Við verðum með aðeins færi, það bara hver partnerinn verður sitt, en við getum trúið inn í bílinn og saman er bara tjöldin komið sér tilbaka. Þannig að mótsvæðið er gríðarlega spennandi, landið er spennandi, dagskráin sem við byrjuð að kynna gríðarlega spennandi. Ég tala ekki það áðan, fyrir utan að vera með mótsvæðisdag og skógardag og stranddag, þá líka dansdagur, bæjardagur, þar sem við þarf að leysa verkefni þar. Og svo aðeins öðruvísi niður á sumum mótum stundum einn svona alþjóðadagur, en nú það að skipta milli torga, þannig að alltaf einhver alþjóðadagur í gangi á hverjum tíma.
Svo er þetta bara ákvæmt að þeir sem ekki fara á mót, eða það líka alls konar dagskrá sem það er í gangi. Það myndast líka ákveðin svona torfastæðing, það til dæmis yfir mjög gott bara svona matartorf. Það er til að fara og skoða ýmislegt sem í boði. Við erum matartjálið frá miklu með löndum. Ég er til dæmis mjög spenntur fyrir landmóti Jambo 29, eða 30 dömur. Þá langar mig að vera með SMS stand. Kannski aðeins honum. Já, var ekki bara komið í Glæfran, fyrir glemum. Já, byrjum. Hvað eru þið að ræða? Er eitthvað sem þú vilt bæta við Aron sem við þarfum á síðasta mót? Ég þekki síðan í Jambo 2019. Það voru líka nokkur sem voru þáttökundir þá. Þetta er skemmtileg viðburður og ótrúlega gott að sjá ótrúlega líka ungu fólki koma saman og skemmta sér sko. Ég get sagt mér gaman að ég síðan á mótinu 2019 og ég ennþá var sambandi við mann frá ekki Kólu, hún var ekki hvað var, góð saga. Hann er dúrandbóndi einhvers staðar í Asíu. Veitir hvað dúran er? Það er svona lítill skrítinn ávöxtur sem bragðast einkennilega. Það lítur út eins og kókoshneta. Malasíu líka. Malasíu, já. Ég er ennþá í samtíma. Ég var mjög góð vinur einn læknis frá Þýskalandi sem hefur mætt á 12 Jambo núna og fer alltaf út og vinnur sem læknis, borgar hálfa milljón fyrir það. Og þetta bara stundar hann og finnst geðveikt gaman og mér finnst bara alveg mynd og við erum þetta í samskiptum. Svo erum við alltaf, öllum þessum hóttum alltaf í góðu sendi við færingana. Við deilum svolítið svona ákveðnum sambandi. Það er meira að segja færingar að þeir komi hingað og fara með okkur skilvættis. Já, og ég glemdi ekki eiginlega mikilvægasta. Við erum búin að sjálfsögða ráða sveitarfélagi í alla sveitina og við erum búin að gera ráð fyrir allavega einni skjörgungarsveit. Vegna þess að við erum með hérna 3 foringja sem er ekki 3. Já, við erum með 3, þau hér, sem sagt, Anna og Valur og svo Margrét Magga Röggvalds að fara. Við erum tilbúin í það verkefni að sjá allar skjörgungana, en við ætlum að hafa allavega 38 skjörgungar. Það er alveg minnum. Einhverjum sem var að spyrja á öðrum fundi var hvernig ég raða þetta saman. Það er yfirleitt þannig að ef við erum sem rest, þá erum við bara saman í sveit. Stundum þarf eitthvað að raða til, en þá eru vinahópar saman, bara farið sérstaklega ferli gegn það til þess að fara það saman. Já, með eftirmót svona upplifuna, eitt bara hvað langt í Krakkó og hvernig ætlaðu að koma þangað? Já, Krakkó er svona 5 tíma akstur, þetta er svolítið eins og að keyra á Akureyri. Við erum bara ekki búin að ákveða hvernig, við höfum á að fara í vest, en það er sagt að það sé hugsanlega öfnýtti flækistími svona stóran hóp, kannski verða hrútur, en við verðum alltaf að ferðast á einum degi þangað. Það er alveg sér klipp. Og það er þannig eins og til dæmis þegar við keyrum árið 2019 frá mótsvæðinu því man ekkert eftir þeirri ferð, því ég var sofandi. Og það bara fórum við til Portugal eftir ferðina. Við tímur í Bandaríkjunum. Og en notar þetta bara hlaða batterið í rútunni. Já, ein spurning, landsmótið verður náttúrulega kannski svolítið æfintýri út af þessi næsta ári, þannig ég var tímaramma. Hvernig þetta passar. Umsóknin kemur sem er yfirlýsing áhuga. En verður þetta að taka endanlega ákvörðun eftir landsmót eða fyrir landsmót? Nei, þú er alltaf að taka það núna. Þetta er alveg 2 ára skuld. Þetta er alveg stórt verkefni. Það mælir náttúrulega miklu minna á þessari undirbúningi núna í ár. Það er meira svona andlegt að vera búin að sjá þetta fyrir því og mæta á landsmót og sjá fyrir hvernig gerir það næsta ári og það í fjáröflunum og svoleiðis. En á næsta ári þá verðum við með eða 2 eða 3 byltingar þar sem gagnkvæmt að kynna hópnum myndastæmning og svoleiðis. Byrjar á en það er fyrst og fremst á næsta ári sem þau verkefni. Þetta er bara mjög stór pakki og þú
sem það ákveða núna við erum búin að skila ef við tölum sem við fara með og við þurfum að skila í apríl hverju er að fara að mæta. Það bara, reglan þannig við þurfum að skila inn í gögnum á næsta ári með þessu. Já. Nú þekki ég margar skátar sem hafa farið á Jamboree í gegnum árið, bæði fólk nýfandi og yngri krakkar. Ég þekki ekki ennþá margar sem hafa séð eftir þessu. Ég þekki mun fleiri sem hafa og tala ennþá það bara ég hefði að fara núna 2011 þegar ég mátti það. En ég átti ekki skráð. Og ég hef ekki heldur heyrt neitt þar þennan pening eftir á, bara fyrirfram. Og þetta vissulega mjög mikið peningur og við Signýjarnir borguðum 700.000 krónur til Kóreu. Það var alveg strögg og við tókum þátt í fjárhagsbundum og þetta var síðan bara algjörlega þannig sem þess virðist Það er ekki það. Þetta skuldbinding, þetta verkefni, þetta ekkert sem ákveður bara næsta ári. Þetta ekkert sem bara maður stefnir að. Og það hjálpaði líka, finnst mér, sumir hafa sagt að þetta sé hápunktur skólarsins. Ég vil ekki segja það. Þetta samt alveg ákveðið reis og svo fleygir þetta áfram í næstu tækifæri. Það hérna sem heimurinn opnast. Landsmóðin næsta sumar Ísland með smá útlendingum. Þetta heimurinn og hann stór skátaheimurinn. Það bara, já, ég hann aldrei skáta sem krakki, ég finnst þetta leiðilegt núnantíkum sem lofttegandi, en ég fekk að fara að segja sveitafóringi og það var tengt. Sveitafóringi með víðarlega testa. Afsakið. Já. Hvernig fer umsóknarferli fram og hver svona yfir umsóknunum og fer allt yfir þetta? Já, það raunin, allir sem sækja fara bara í tímarannan lista, sem það eftir, og það til dæmis beðið staðfesting frá félaginu hæfni og einhver tengilið sem getur svona staðfest upplýsingarnar. Þannig að það raunin stjórnin fara teymi sem fara yfir umsóknirnar svona bæði jafn óðum en ákveða svo endanlega upp röðum og koma með tillögu eftir 1. apríl á næsta ári. Þannig að, já, þeir fara teymið og fara stjórnin taka endanlega ákvörðun. Það spurningin spurningunni. Já, sorry, kláraði. Hvað var það spurningunni? Já, það þess að bæta við að ef þið farið inn á skátarnir.is, það séð flipi Jamboree með öllum þessum og meira upplýsingar farteymið og allt saman. Þannig að það ennþá meira upplýsingar heldur en ég fór yfir hérna á þessari væri. Hvað eiginlega mörg pláss fyrir Íslendinga og íslenska hópinn? Já, þátttakendur í 5 sveitum sem telur 38 í hverju. Það það 206. 206 þáttakenda pláss. Nei. 190. Siggi, þú best í tölfræði. 38 sem 5. Nei, 36 sem 5 fyrir ekki. Já, sorry. 180 þátttakendur var búið að manna sveitafóringja, en það verða líklegast 80 pláss, 75 til IST, já. Og þetta hámarkstölur. Það ekki hægt að hætta þessum tölur. Við urðum að ákveða það fyrir mánuði síðan, hversu margir það með, og við getum ekki farið með því. Við reiknum með fjölda þáttakenda á þessum aldri á landinu, þá þetta, hvað var það, 60%, 50%? Já, cirka 50% sem við reiknum með að hafa tilbúið á það. Og þú segir bara skjöldungur að það 25%. Já, það Þegar? Já. Já, það spurning í töluleið, hvenær sem sagt fær sá svar hvort hann komist ef hann sendir inn umsókn yfirlýsingu hann vilji fara. Já, endanlegt svar eftir fyrsta komið inn umsóknir, en við erum ekki búin að taka endanlega hvort við ætlum að byrja að raða inn fyrr. Það mjög, já, ég bara man ekki eftir þeirri umræðu sem það sé.
En listin læstur eftir fyrsta apríl. Það ekki hægt að bæta sig við. Sama gildir, það skiptir raunverulega máli að sækjum sem fyrst. Það er bara svo kannski sagt. Því að ef við lendum í hafa 300 sækjum, þá listin forgangsraðaður eftir 100 tíma. Það er ekki eitthvað fleiri spurningar á móti, svo ætla ég að skipta yfir í heppinn skjöldungar. Og að gera það. Jú, það er næst björn. Það er ekki myndaði með hann. Já, þá sem fór ekki í spjöldunum, þá gildir það sama að ferðin er á vegum þannig að síðan skáta. Það er skáningin utanumhaldið, en við erum með þetta félag sem við styðja við okkur hóp. Þannig ég sé fyrir mér að það sé rauninni nánast sami hópurinn eða annar hópur sem er í förgrunn núna og yfir þeirri fjármagni þannig að það bara kemur til einstaklinga, það er ekki greitt inn á förgrunni sem var áður. Þannig rauninni því meira sem ég förgrunn núna, því meira kemst ekki þessa verð. Svo náttúrulega hætta fyrir förgrunn sem eru bara á landsmót, en þá fyrir fyrir með hinn hópurinn haldi áfram. Og að öll fjáröflun sem verður í boði þá eftir næsta sumar verður gaggilt fyrir þennan hóp sérstaklega. Ég sagði það ekki áðan, ég man núna í glimti, það eru nokkur fjáröflun að tekja fyrir sem eru yfirleitt alltaf hverju ári. Það eru yfirleitt alltaf boðið upp á vörutalningar í janúar. Það er yfirleitt sent út á skátar á Íslandi eða eitthvað, við viljum að deila því. Það er yfirleitt alltaf fjáröflun hjá okkur á sunnudaginn fyrsta, sem er yfirleitt í Bústaðagarðinum. Og síðasta ári vorum við með gríðarlega velheppnaða fjáröflun 17. júní, sem skilaði alveg hellingstekjum og við ætlum að gera það ennþá meira en Bústaðagarður þetta árið. En það sem okkur vantar aftur fleiri foreldrar sem tilbúin að halda utan þessa viðbrögði. Það er svo hlægilegt að þetta gengi af ef einhver heldur utan þessa bröndum, einhver heldur þetta og að passa matarupplýsingar til allra sem hafa á það. Og safna dósum. Og ég ætla líka að segja að ég veit alltaf 2 dæmi þar sem að síðasta jamboree var þátttakandi sem safnaði fyrir öllum þátttökum. Hvað er þú? Já, nei, mér langaði með að deila því líka. Það var strákur frá Selfossi sem safnaði 700.000 í gegnum dósasöfnun á einni helgi áður en að skráningin lokaði. Það var bara ég ætla að gera þetta og gerði þetta einn og sagði að segja öllum á landsmóti það árið. Það er ég að fólk fyrir þetta. Og ég bara þegar svo mikla verið og þessi stími á einni helgi. Málið var með dósasöfnun. Ég bara þekki það. Þetta er alveg vinna. Þetta er alveg, þetta var bara í hús eða eitthvað bett á þetta ferli. Þetta er gríðarlegt magn af fyrir einhverju bíl. Það er bara, ef þú byggir upp gott prógram, það er bara hægt að safna fyrir öllu. Það er ekki vandamál, það er bara tíma. Skilur við. Þess vegna vil ég það og vil það. Fyrst það, kannski ekki klára mótinn, en þú veist. Já, ég er 4 að fara á landsmyndinni í fjölskyldu og 3 á jamboree. Eitthvað meira sem þetta fyrir hér. Þá er verkefnið fara heim og skrá sig og hitta í alla vini og börnum og vandamenn og benda fólki á að þetta er eitthvað sem þið megið ekki missa af. Og það er glæðið til þess að íhuga EST-skráningu, það er mjög skemmtilegt. Það er ekki mikið með þátttakendur þannig séð, en mjög skemmtilega veisla. Og bara götum við fleiri fundi, já, við ættum alltaf að sjálfboðalega. Ég fer frá að hringja í fólk fyrir sem ekki fram í fjárlögum. Já. Og ef það er einhvers mældaðar mættu sem ekki skátum og ekki gera mætt mikið, þá segja hvernig maður komið skátum og skráð sér leikum. Ekki sem stoppa það. Nei. Og bara svona tengsli við alla fjárlögum eru gríðarlega mikilvæg. Ef einhver á einmitt frænda sem er með verslun sem vantar
20 manns til þess að bera kassa eina helgi og til að borga eitthvað það og allt svona hefur. Hægir? Þú bæði fyrir við? Nei, þú bara sagði það. Já, það er mjög á klæðum. Já, takk. Ég svara einu spurningu, sko, en það er ekki það. Nei, þá máttu stoppa upptökuna. Ég ætla að reyna að gera þetta aðgengilegt, hugsanlega í stjórnarmæli.